Yst í Arnarfirðinum norðanverðum Lokinhamradalur. Það aðeins 2 bæir í dalnum, Lokinhamrar og Hrafnabjörg. Á sem rennur til sjávar eftir miðjum dalnum skilur bæina að, en yfir ána göngubrú til að létta leiðin á milli bæjana. En hún ekki oft notuð núna því á Hrafnabjörgum allt hljótt og dyr og gluggar lokaðir. Sigríður Ragnarsdóttir bóndi hefur kvatt. Helsjúk var hún borin í burtu á síðastlunum vetri og átti þess aðeins kost að koma og kveðja dalinn sinn, jörð og hús í síðasta sinn nú í byrjun sumars. Grasið fær því að gróa óhindrað á túnin á þessu sumri og ljóst að búskapur hér heyri nú sögunni til. Enn eitt eyðibýlið orðið að veruleika. Hinum megin við ána Sigurjón Jónasson bóndi á Lokinhömrum, önnum kafinn við heyskap ásamt sumarstrákunum sínum. Sigurjón fæddist hér í dalnum fyrir rúmum 70 árum og hefur verið hér alla sína tíð. Síðustu áratugina einn í heimili nema rétt yfir blá sumarið. Einbúi í veröld sem nú óðum að renna sitt skeið. Það fátt sem truflar kyrrðina í dalnum annað en krunkið í hrafninum og suðið í vindmylunni sem gefur straum fyrir símasambandið. Annað rafmagn hefur aldrei verið lagt í bæinn og rafhlöður knýja útvarpstæki hjá Sigurjóni. Að minnstakosti 20 menn fórust í árás Bandaríkjanna á Afganistan í gærkvöld. Talsmaður Talibana í Afganistan sagði bresku fréttastofunni AFP að árásir hafi verið gerðar á En skildi það einhvern tímann hafa hvarflað að honum þegar hann var að hefja hér búskap að hann ætti eftir að verða einn eftir í dalnum. Ég get nú kannski ekki sagt það að ég hef farið að sökulega það svo út í STS-ar en nei, ég get nú ekki við kannski endurinn þannig en það bara hlutur sem maður verður að taka. Ertu búinn að gera upp hugðinn? Hvað tekur við í haust? Hvernig framhaldið verður? Ég veit ekki hvað ég á að segja það. Maður spekulerar nú allt. En það bara að vera nógu ákveðin og taka ákvörðunina. Það hvenær sem hún kemur. Þú ert ekki búinn að ákveða? Nei, ekki alveg. Það gengur illa. Hefur uggað því hvað myndi geta beðið þín hérna í vetur ef þú fyrir einn? Já, ugg. Ég hef nú aldrei verið neitt hræddur hérna. Ég hef aldrei fundið fyrir neindri svona sérstaklega. En ég finn það náttúrulega þegar ég fann að láta undan svona í skrokknum sjálfum sko. Þá finnum maður það náttúrulega. Það náttúrulega teflt að tæpast af vatn. Já, það því erfiðara heldur en það hefur verið. Já, það geta líta frá því. Já. Það það sem það líka í og með sem gerir hlutina svolítið erfiðari sko, að taka ákvarðanirnar. Að maður sko, að það að fara frá þessu og fara í ekki neitt. Já. Þannig því að segja betra að nú að finna eitthvað til í skrokknum heldur en að fara andlega. Það allt dálítið á gamla mátann hjá Sigurjóni bónda. Hann með 2 kýr í fjósi en mjólkina notar hann alla til eigin þarfa og vinnur úr henni bæði smjör og skyr. Hvað heldur að sé að þér? Hvað heldur að sé að þér?
Þó mikið umstang fylgir því að vera með kýr í fjósi, þá getur Sigurjón ekki hugsað sér að vera án mjólkurinnar. Hún einnig mikilvæg uppistaða í mataræðin og Lokinhömrum og óhægt væri að afla hennar annar staða frá. Langur vegur í kaupstað sem í ofanálagt lokaður mikinn hluta ársins. Ertu búinn? Mjólkar? Já. Lokinhamrabærinn var byggður skömmu eftir aldamótin og flest líkur svipuðum húsakynnum á Vestfjörðum eins og þau voru á árum áður. Bíslag, hjallur við hliðin á bænum, eldhús og stofa ásamt búri undir baðstofuloftinu. Neysluvatnið sótt í brunn í kjallaranum en nútíma gaseldavél hefur leyst gömlu kolaeldavélin af hólmi. Tíminn lítur öðru lögmáli hér á þessum stað en það sem við eigum að venjast og það hollt fyrir sálina að fylgjast með bóndanum minna sín störf. Allur asi svo víðs fjarri og tilveran öll í föstum skorðum. Þú ert við sama heikar á skorðni. Þeir eru ótal margir sem hafa átt þess kost að vera í sveit á Lokinhömrum í gegnum árin. Fyrr á tímum þótti það sjálfsagður hlutur að krakkar færi sveitina yfir sumartíman. En ætla má að þeir séu nú fáir sem eiga þess kost nú á tímum að kynnast tilverunni eins og hún hér. Marino kemur hingað á hverju sumri úr borginni en Sebastian Íri sem réði sig sem vinnumaður á íslenskan sveitabæ og upplifir hér einstakt ævintýri. Þú helst bara utan með glasinu. Þú heldur? Þú helst utan með glasinu. Þú ekki hitt glasið, þú heldur í það. Þó ekki séu margir í dag á Lokinhömrum, þá var oft mannmargt hér á þessu litla bíli á árum áður þegar Sigurjón var að alast upp. Þá voru að jafnaði 10 manns heimilisfastir, auk þeirra sem bættust við yfir sumartíman. Já, þótti þér aldrei þröngt hér? Nei, ekkert, maður fann ekkert fyrir þessu sko þannig laga sko, maður var
fæddist í þessum þrengslum og þetta var bara, já, maður heimur svoleiðis að maður kann ekki fyrir því svoleiðis. Hvað var notalegast í tíminn í baðstofunni? Það var nú kvöldin, sko, allir voru komnir upp og var verið að vinna svona og svo tekið í spil á milli. Þá verið notað olíulampaljós? Já, svo var kolaofn hérna uppi. Það var hitað sko alltaf upp svona eftir hérna svona þrjú upp úr fjögurleiti þá var lagt í ofnin hérna uppi og það var svo notalegt og hlýtt alltaf. Það var nú alltaf sko svo mikil tóvinna, það var afi minn heitinn prjónaði og ég lærði það nú líka. Þú voru ekkert hérna húsgestur? Já, alltaf. Alltaf? Þá á sunnudögum? Alltaf frá því að ég man eftir mér og þangað til að útvarpið kom. Og svo var lesið þegar búið var að lesa lesturinn, þá var lesni passífusálmarnir frá nema þessi sem að búið var að syngja og svo voru 2 eða 3 vessin sungin sko á eftir. Og svo fór maður og kyssti pappa eða mömmu fyrir lesturinn. Dráttarvélin gerir nú það sem áður þurfti að leysa af hendinni handaflinu einu saman. En hvernig skildi borgarbarninu Marino líka við búskapinn hér? Ég veit það ekki, það mér bara langar að halda honum svona eins og hann er. Láta hann vera svona gamaldags eins og hann hefur alltaf verið. Mér finnst þetta alltaf miklu skemmtilegra að koma hingað heldur en að koma aðra á bæ vegna þess að þetta er allt öðruvísi, ekkert rafmagn og miklu náttúrulegri sem ég líka miklu betur heldur en verið það sem mikið af bílum að hafa þetta slappa hérna af. Nonni, hefur þið einhvern tímann lent í því að þú hefur ekki getað náð heyjum saman? Nei, það er nú aldrei komið fyrir. Það hefur nú kannski verið misjafnlega gott svona í restina. En það eru náttúrulega hafa komið mjög vond heyskapar sumur. Allavega til að verka hey svona. En af hverju að vera að þessu heyskapabrölti þegar allt er í óvissu með framtíðina í dalnum? Af hverju er Sigurjón að heyja? Af hverju er ég að heyja? Já, það er nú sennilega, fyrst og fremst er það nú sennilega þrjóskan. Nú og svo verð ég nú að vera hérna, ég er nú með kýr og skepnur sem eins og við erum búin að sjá, heimaling og dót og ég kann ekki við mig yfirlausan svoleiðis. Ertu dálítið þrjóskur? Ég er það sjálfsagt.
Maður alinn upp með sauðkindinu og hann viðtekinn þráin í sauðkindinni. Heldur þú takið þrjóskun úr henni? Já, hver veit nema þetta drægi dám hvert af öðru, það maður veit aldrei. En ekki nauðsynlegt að vera þrjóskur til þess að búa á svona stað? Jú, ég get nú bara að hugsa það að það sé nú daldið hatriði og að vera ekki nýminn einn helvítis særigraut. Það verður að vera ákveðan hvort maður eða maður ekki. Sigurjón hann er. Og Sigurjón hann er. Já, hann er. Það er klart mál. Þetta fíkur svo. Að hausti eru margir mættir í smalamennskuna. Fyrrum sumarstrákar á Lokinhömrum hafa með sér félagsskap sem þeir kalla Smalafélagið og hafa þeir komið hingað að Lokinhömrum á hverju hausti áratuga skeið að hjálpa Sigurjóni. Auk þess eru ættingjar og vinir Sigríðar á Hrafnabjörgum komin til þess að rétta hennar fé í síðasta sinn. Það er nú loksins ljóst að Nonni, eins og vinir hans kalla Sigurjón, hefur tekið þá ákvörðun að vera einn áfram í dalnum. Andrés, bróðir Sigurjón sem býr á Þingeyri, er ekki ýkja hrifinn af þessari ákvörðun bróður síns. Ég stíll á það. Þetta er stíll á það? Trúði ekki lengi vel en ég hef búin að fá það staðfest að hann ætlar að vera það. Þetta er bara önnur gimbrinn. Þetta er 8. Já. Það er ekki hér. Þeirra. Þegar búið er að draga í réttinni er smölunum að venju boðið upp á góðgerðir heima í bæ áður en sláturféð verður rekið af stað. Það er eins og í gamla daga þegar fjöldi manns var hér til heimilis og þétt setinn bekkurinn í litlu borðstofunni. Að búið til hérna sótar? Já. Sótar aftan í. Þar sem ekki er bílfært fyrir stóra bíla í Lokinhamradalinn þarf að reka allt safnið fyrir nesið yfir í Dýrafjörð. Vegslóðin var fyrst ruddur á 8. áratugnum og er vart fær nema velbúnum bílum. En féð rennur þetta liðlega allar götur og hrafnholurnar, klettabelti sem lengi var helsta hindrunin á því að gera akfæran slóða í dalinn, er ekki lengur neinn farartálmi. Í Keldudal, Dýrafjarðarmegin við nesið, er búið að slá saman rétt til þess að taka við fénu og þangað eru komnir bílar til að flytja það áfram. Sigurjón er í essinu sínu og stjórnar mannskapnum eins og herforingi. En hvað finnst mönnum þá ákvörðun hans að ætla sér að dveljast einn í dalnum í vetur? Já, það er nú ekki margt það að segja, sko. Hann langar til að vera þarna og ég skýra hann ósköp vel. Það verður svona erfitt hjá hann náttúrulega.
Að vera einn í dalnum, alveg. Hvað erfitt að vera? Já, bara til dæmis svona einmannaleiki. Það nú hlutur sem við þurfum öll að verjast svona. Og þó að þau hafa verið sitt í hvorum bænum sem vorum við ána, þá höfðu þau alltaf svona ákveðið samband sín á milli. Þannig að þau sáu hvort til annars og vissu þau. Og svo hittist þau við. Hérna veitu hvað vel, Rakkar, fyrst að þið eru að gera inni þá takið kindur. Það náttúrulega að hugsa til þess að sé þarna einn og erfitt að ná til hans. En það þýðir svo sem ekki, maður bara vonar að veturinn fari vel með hann, það verði ekki erfitt, það verði ekki snjóþungt. Lokinhamrabóndinn er þekktur fyrir að eiga gott fé og bændur sækjast eftir því að fá hjá honum lambhrúta til undaneldis. Það er eitt sem ég ætla að biðja þig og það er að láta hann ekki heita Clinton. Þó að verði eitthvað ásvangi hjá þig. Láta hann ekki heita hvað? Ég er búinn að fá nóg af því nefni. Clinton? Ég segja hann það. Það má ekki láta hann heita það. Þó að sé eitthvað, þó að verði eitthvað kvæðsamur hjá hann. Mónika, er ekki einhvern veginn Mónika? Meira kjött. Fastur liður á réttardaginn þegar búið er að draga féð er að gæða sér á hangikjöti af vetrargömmu sem Sigurjón verkar sjálfur og er hið mesta lostæti. Þú eru hérna könnur til að drekka úr. Þeir koma þarna megin aftur. Bóbi, viltu ekki meira kjött? En hvað er það sem dregur smalana hingað vestur á hverju hausti? Var ég ekki búinn að segja þér það að þetta veri svo tryggir menn og góðir að þeir öngvast yfir svona vesalinga? Já, allir það sem nú öll skýringin. Nei, þú kannski aldrei það ekki. Það gæti verið okkur langa að koma líka eftir það. Já, en þetta eru svo tryggir minnir að það er varla hægt að koma orðum að því. Með fénu er einnig sumarvinnumaðurinn Sebastian sem er orðinn sleipur í íslenskunni eftir dvölina hjá Sigurjóni. Svona að það er gott. Skrifaðu mér nú á íslensku. Ég skal skrifa. Já, skrifaðu mér. Já, takk að þið fyrir. Við skulum nú vona það. Ég get alltaf lýst þessu en mér leið bara svo vel hérna því ég var í sveit og allar götur síðan þá hef ég mætt í þessu smalamennsku. Ég lauk námið fyrir 15 árum og þá samfellt búin að 15 ár hér í smalamennsku á haustin. Svona er þetta bara. Hvað finnst þér nú að Sigurjón verði einn í dalnum í vetur? Það held ég sé nú mjög erfitt. Hann talar nú sjálfur um það og Sigga líka, en alltaf svona undir rós að ef annað hætti þá er sjálf hætti á hinum. En sagður svo sem aldrei, ef hann hætti þá hætti ég og öfugt, ef hún hætti þá hætti ég. Ég sagði þetta svona alltaf undir rós og ég held að það sé alveg rétt. En það er greinlega bara verið mjög erfitt að slíta sig frá þessu og það hefur ráðið í þetta skipti. Eins og hverju hausti er slátrað því fé heima á Lokinhömrum sem ætlað er til eigin nota. Þannig ákveður slátrar heimalingunum þín hérna heima en sendir þú ekki? Ég vil nú eitt fara í gær. Það er átök að flæma þetta svona frá sér og fara svona eins og er að keyra alla þessa leið og láta þetta vera utan mann í réttinni þegar maður er að slátra. Ég þess að alltaf vonast að maður gefi þessu.
Og þetta bara svo miklu vinir mann sem maður vill bara ekki hugsa til þess. Ég vil heldur drepa þá heima, þá veit ég það að þeir bara, þeir veit ekkert þetta og þeir eru í sínu umhverfi, veit ekkert fyrir þeir hvað er yfirkriði. En ég yfirleitt aldrei heimalinga. Það er svo frómt frá að segja, sko. Ég get ekki svona, það segi ekki umgengstanlega. Ég finnst að þessu sé að ganga í skrokk á heimilisfólkinu. Jaskar í blóðinu. Þú varst værið sjálfur? Ég get það alveg, sko. Ég get það alveg. Þegar þú kannski byrjið þeim, passaði það ekki fyrir þegar ég er á hálsinn. Hérna, hvað er þetta stundum? Finnst á svart land eins og hergrimdar hjart, en hart það aðeins sem móðir við barn, að agar og strangt með sín ísköldu él, en ásamt til blíðu það meinar allt vel. Nonni, nú er komið fram á miðjan fyrsta veturinn hérna einn í dalnum. Rúmlega það. Já. Hvernig finnst þér að vera hérna einn? Já, ég veit það ekki. Ég finnst þetta eitthvað óþægilegt. Við erum svona reysileg síðan á nýjári, þá var nú gott framan af og fram að jólum. Það var nú mesta átækið að mér fannst á meðan að ég kom ekki á. Af því að hann er nú búinn að gera svo oft áhlaup svona og að ég næði ekki pínu, það er nefnilega svo orðið svo langt frá mér. Það er allan út í Svalvó og þegar að maður er einn og ég er nú ekki orðin beint stekkur í löpunum,
að þá var þetta svolítið kvíðarni. Það er búið að koma náttúrulega svo oft svo vond veður sko, og maður veit náttúrulega aldrei hvað maður á von á. Og maður náttúrulega getur þegar að maður heyri vonda spá og vond veður útlit þá náttúrulega maður svolítið kvíðinn, það nú ekki að neita því. En maður ekkert að velta sér upp úr því svoleiðis ár og síð og alla tíð eins og það stendur. Nonni, verður aldrei leiður á þessu sömu störfum svona dag eftir dag allan veturinn? Nei, ég verður ekki leiður á þér. Það nú ekki að segja það. Það verður að gera þetta daglega, því það er nokkuð til leiðast það. Það er leiðilegt að maður væri heillaus, það er nú rétt að segja. Það er heillítið. Standi því, helvítið það. Hefur einhvern tíma verið heillítið? Nei, aldrei. Ég vildi ekki sofa halva svefn og ég segir frá það. Það er það sem það getur upplifað. Nonni, hvað þarf maður að hafa til brunns að bera til að vera góður bóndi? Ég held að það er nú best að sé ekki eins og Ég veit það ekki, nútíma bóndi hvað hann þarf að hafa, ég veit það ekki. Það er nú bara, búskapur hann byggist nú mikið bara á að lifa með þessu og reyslinni. Lærir ekkert að vera góður bóndi, þú farir eitthvað inn á skólabekk og sittir það kannski 1 eða 2 vetur. Þú verður að koma nála starfinn alveg. Þú sagðir að hérna góðir bændur ætti ekki að vera eins og þú. Nei, ekki það. Þeir eru ekki að búa á svona stöðum. Af hverju? Já, ég veit það ekki. Þeir eru ekki að vera hættir. Það. Það er nú ekki besta orðið yfir það. Er ekki eitthvað dálítið heillandi við að búa svona? Jú, það er það. Þess vegna er maður nú við þetta. Manni finnst þetta eiginlega, maður var að geta lifa nema að vera við þetta. Mundirðu vilja skipta á þessu og svona nútíma búskap með vélvæðingu og öllu tölvustýrðu og svona? Og með skuldahallan á ekki sér. Já, til dæmis.
Nú sagði Andrés bróðir þinn við okkur hérna á réttavegnum í haust að þetta væri óttinn í þér, það væri óttinn við að hætta. Já, Er eitthvað til í það því ekki hjá honum? beinlínis, já, ótti, já, það má kannski flokka það undir það. Ég skal nú ekki segja það sko, það er náttúrulega töluvert að kippa sér út úr þessu alveg og setjast bara og gera ekki neitt. Sérstaklega því maður hefur haft gaman að þessu og hefur gaman að þessu. En auðvitað geta komið náttúrulega þeir erfiðleikar að maður verður nú að sætta sig við þetta og það kemur að því. En ég get ekkert neita því að mér finnst það hálfgert kvíðefni, ég get ekkert neita því. Ég hefði helst vilja bara hreinlega drepast frá þessu svona. Ég er ekkert fyrir að setjast í helgan stein eða fara inn á einhverja stofnun, ég er ekkert hrifinn af því. Það vildi fara ekkert vel með fólk. Það er óskup að maður bara, að maður eiginlega komin í biðsal dauðans. Ég get nú varla orðað öðrum sér. Þú hefur ekkert að hugsa og bara, ég held þú farir að kalka og gleymir öllu að þú hefur ekkert að hugsa. Ég held það. Hvernig var Nonni þegar hann var upp á sitt besta? Já, mér fannst nú bara að ég gæti bara allt sem ég vildi. Þó ég yrði nú eitthvað þreyttur svona þá var það nú fljótt að líða frá. Ég þurfti mikið að setjast niður svona hálftíma, þá fannst mér ég nú vera orðin alveg jafn góður aftur. En það er öðruvísi núna, sko. Maður er nú ekki aldeilis eins fljótar að verða aflóin eins og maður var áður. Heldur þú þér síðasti sem að moka skip í lokin Hamradal? Það veit ég ekki, það er aldrei hægt að vita það. Það er aldrei hægt að vita það getur verið fyrir að búa hér aftur. Þegar sverfur að Íslendingum er ekki flytjandir á landinu. Það er svo gott í útlandinu. Mundirðu helst vilja vera hér alla þína daga? Já, helst hefði ég nú vilja það. Ég myndi mér að það væri nú dálítið stundar besta rætur og þykja væntum nær því að segja eins og heima að hana. Það er ekki hugjönd, það er dálítið erfitt. Ég veit ekki hvort það væri. Bæði líkir trúljós í kvöldsetla
Rétti. Klukkan 10 fréttir Reykjavíkur bjartinn. Víkingur Erpur, 14 þriðja frá Stöðvarfirði, strandaði við Varmann á vestanverðum Rönningafirði fimmleyti í morgun. Einn maður var borð en var ekki í hættu. 4 bátar á fjöldi björgunarsveitarmanna voru á skipstað í morgun í blíðskaparveðri. Línum var skotið í bátinn og maðurinn fór með björgunarbátnum Gunnari Friðrikssyni til Flateyrar. Þaðan var hann fluttur á sjúkrahús á Ísafirði til skoðunar. Þegar björgunarbáturinn kom aftur á strand daginn 11 í morgun hafði veður vestan mikið og báturinn brotið í fjörunni. Þar var því aðeins Það er komið vor og Nonni er búin að fá aðstoð til að hjálpa sér við sauðburðinn. Enn er nokkuð kalt í veðri og gróðurinn hefur varla tekið við sér eftir veturinn. En lífsklukkan, tifar og ærnar 140 sem Nonni hefur alið með svo mikilli nattni í vetur bera ein af annari. Alltaf þarf af og til að hjálpa kind sem er að bera og oft þarf að taka í hús nýbornar ær með lömbin því enn er veðráttan full strembin fyrir ungviðið. Þetta er drefist. Það var ekki verið hér. Alveg klára málið.
segja mér eitthvað? Ætlarðu að segja mér eitthvað? Ætlarðu að segja mér eitthvað, elsku kallinn minn? Ætlarðu að segja mér að gefa mömmu þinni nóg og þú fáir nóga mjólk? Eða á ég að gefa henni meira? Strax og lömbin eru aðeins komin á legg ekinn mikli ásamt mæðrum sínum í lúnum hefagninum út fyrir girðingu til að koma þeim í haga. Herðu, þú tekur vel upp hausinn og þessi skotan. Þetta heilmikið umstang og Nonni gætir þess að lömbin villist ekki frá þar sem þau taka fyrstu skrefin í frjálsfræðinu. En áður en þeim sleppt eru þau þó öll merkt með lituðum ullarspotta sem saumaður í eyrun. Þannig getur Nonni í haust séð hvaða lömbur undan hvaða á ef einhver vafi leikur þar á. Þegar kemur fram á sumar ekki farið að slá túnin á lokinhömrum og nokkuð ljóst hvert stefnir þó Nonni hafi enn ekki gefið upp hvað verður framhaldið. Hátt fyrir stafni hjá þeim pélugum annað en að vinna úr málnýtinni. Og Marínó fær það hlutverk að glíma við smjörstrokkin á meðan Nonni sker niður rabarbarann. Á meðan Nonni hnoðar ávillnar úr smjörinu og gengur frá því, sér Marínó að gefa kálfinum sem dafnar vel af allri nýmjólkinni sem afgangs ásamt heimalingnum.
Túnin á Lokinhömrum standa eftir óslegin og ólíklegt að kindur verði settar inn í fjárhúsin þetta haustið. Það brímar í Svalvogunum þegar smalað haustið. Eins og náttúran sjálf leiki undirspilið undir það sem nú á sér stað á Lokinhömrum. Nonni hefur loksins gefið til kynna þá ákvörðun sína að bregða búi og flytjast á brott úr dalnum. En hvenær skyldi hann hafa tekið þá ákvörðun? Ég var það nú eiginlega í vor svoleiðis. Og hvernig var það að ákveða það? Það var svona, ég gat aldrei sagt það einum og var ekki að vera eitthvað að ákveða það. Vel gengur að smala fénu og Nonni lifnar allur við þegar hann kemst í tæri við kindurnar sínar í réttinni. Ertu nú hérna, elskar? Ertu búin að gleyma mér? Ertu bara svona mótti? Þetta er svona mótti. Þetta er svona... Þetta er lamb sem að maður sveiktist í vor og ég fór að gefa því með. Og það var svo fljótt að verða svona svart og kom til mín á túninu þegar æri vexti svo leys ég sem kom dræpið, sko. En það gerðist nú ekki sem betur fór. Heyrðu, við ætlum að fá hessi hans í hérna. Flestar ærnar verða nú sendar ásamt dilkunum í sláturhúsið, en hluta af fjárstofninum heldur hann eftir og ætlar að ala á Þingeyri í vetur. Heima í bæ veitir Nonni að venju smölunum hangikjöt af veturgömlu. Og að máltíðinni lokinni féð rekið af stað í sína hinstu göngu eftir veginum til Svalvoga í áttina til Dýrafjarðar. Skömmu síðar dregur enn til tíðinda á Lokinhömrum þegar bóndi úr Dýrafirðinum mættur með kerru til að losa Nonna við kúna og kálfinn úr fjósinu. Á ég að koma með hann eða? Nei, helvítt. Ekki allavega. Það er upp í það. Nei, það er ólíklegt. Harðu því en ekki. Nei. Og svona, það við búin sko þetta algjörlega óvart svona. Eins og þeir varu að leiða þér út grannladaga veturinnum til að halda þig. Heyrðu, ég held að væri best að ykkur bandið ekki nógu langt að fara með það. Í gegn, jú, já. Þetta minn skjóti sér alltaf út af, sko. Býttunum við. Kondu, farðu því, það bara múlinn fari ekki frammi. Þannig, svona, farðu því. Já, þetta þetta fína fjós. Farðu því. Engin. Síðasta kýrin úr Rauðkúluhreppi. Já. Hvað áður var? Ég fór að fá í bandið hérna, það var 10 år. Ég getur þetta í gegnum. Þetta kannski pressast nú út með bara. Já.
Bestiklega fara síðan. Já. Já, ég er nú eldur lengur tilbaka. Já, nú náttúrulega að fara eftir að kýrin farin, sko. En það bara þetta fé sem í náttúrulega við mig hér. Ég þarf að fylgjast með því hvað gerir svona og... Já. Þá fer maður ekki út í fjós oftari sem að ná sér í mjólk. Nei, er það ekki dálítið skrítin tilhugsun? Jú, það er það nú. Það er nú verið aldrei vantað mat þegar maður er verið að kúna í fjósinu. Nei, það verður sennilega ekki mokað oftar út úr þessu fjósi. Það segir ekki. Ef til vill er það tíkin Sunna sem hvað skýrast lætur í ljós þær tilfinningar sem bærast í brjóstinu þessa örlagaríku daga. Vart er kýrin horfin úr augsýn þegar lagt er á grána gamla á hlaðinu og hann kvaddur í síðasta sinn. Hann hefur lítið verið notaður síðustu árin og helst verið börnum til skemmtunar sem dvalist hafa hjá nonna á sumrin. Nú, á þessum rigningadegi, fer hann í sinn síðasta reiðtúr fyrir Nes. Nonni var fram eftir hausti í dalnum sínum eins lengi eins og stætt var. En þegar tók að snjóa í byrjun nóvember var ljóst að endalokin voru ekki lengur umflúin. Blóðdropar og fáeina fjaðrir í snjónum er það eina sem minnir á íbúana í hænsnakofanum. En inni í bæ tínir Nonni saman það sem hann ætlar að hafa með sér á nýjan samanstað. Bara með árkvölinu, þá var enginn að tóa á því. Strákar, hann vill fá þetta myndir. Já, það er að fara hérna verið. Já. Ég held það verið rétt. Heyrðu, það er nú líklega betra að mun eftir að loka hérna. Það er ekki mikið sem hann tekur með sér, ef miðað er við það að hann er búinn að búa hér alla sína ævi og rúmast það auðveldlega fyrir í farangurskemmslunni á einum bíl. Ég tók þetta á svett eitt. Það er 4. nóvember 1999. Það er dálítið að vera hér á bæ. Lokinhamrar lyfta brá til landsins þraut og pínum. Nonni er að fara frá fjalladalnum sínum. Það er búið að þurrka borðinu, jæja. Og gestabókin er allir búin að skrifa í hana. Það er best að skilja hana bara eftir hérna. Já, svo farðu bara nýja bók á þingið. Ég hef engan áhuga fyrir að láta skrifa í bók á þingið. Er það ekki? Ég verður að fara frá þessu allar svona. Og segma. Loka hér í Guðs nafni. Úti í réttinni er svo féð sem alið verður og þingir í vetur og gengur greiðlega að koma því á vagnana. Hvað djöfulinn eru þið að gera hér, segja þeir? Við erum að minnka landið þegar við erum að flytja einn ábúanda hérna burtu.
Það er náttúrulega þetta er bara að gerast alls staðar. Það er vist ekkert við því að segja, ekkert við því að gera. Æ, þetta er allt furðulegt. Já, Sunnuvi, hvaða vitleysa er í þér? Eigum við nú að fara að yfirgefa dalinn, segir. Hver ætlar þá að kokka fyrir mig, segir? Já, þetta er Hansinn dauð og kötturinn líka, ekki til að horfa á. Engin.